Góðan daginn, ágætu málþingsgestir. Atvinnu- og menntamálahópur Öryrkjabandalags Íslands stendur nú fyrir sínu öðru málþingi sem að þessu sinni nefnist Skóli fyrir alla, hindranir eða tækifæri og afrakstur vinnu í menntamálum sem að málefnahópurinn hefur tekist á við í vetur. Málefnahópinn skipa Guðrún Sæmundsdóttir, formaður, Brandur Bjarnason Karlsson, Elín H. Hinriksdóttir, Hrafnhildur Kristbjörnsdóttir, Ingibjörg Magnúsdóttir, María Hauksdóttir, Sylviane Lecoultre. Og starfsmenn hópsins eru Alma Ýr Ingólfsdóttir og Þorbera Fjölnisdóttir. Dagskrá málþingsins fjallar að stórum hluta skóla án aðgreiningar, en ástæða þess meðal annars sú umfjöllun sem farið hefur fram í samfélaginu og varðar skóla án aðgreiningar. Mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim áskorunum sem einstaklingar með sérþarfir standa frammi fyrir og hvernig skólakerfið í stakk búið til að mæta þeim. Það skiptir okkur öll máli að þessi hópur fái notið styrkleika sinna og geti tekið fullan þátt í skólasamfélaginu. Málefnið nálgast úr ýmsum áttum og okkur til mikillar ánægju höfum við fengið Erju Sandberg, finnskan doktor í sérkennslu, sem miðla af reynslu Finna og hvernig þeir vinna með börn með sérþarfir. Meðal annara taka til máls fulltrúi Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga og upplýsa okkur þeirra sýn á skóla án aðgreiningar. Í lokaskýrslu Evrópumiðstöðvar sem nefnist Menntun fyrir alla, úttekt á framkvæmd stefnu menntun án aðgreiningar á Íslandi, var lögð áhersla á að kanna hversu árangursrík innleiðing menntastefnu skóla án aðgreiningar hefur verið hér á Íslandi. Skoðað var bæði leik-, grunn- og framhaldsskólastigi og borið saman við önnur lönd. Í skýrslunni voru lagðar fram 7 tillögur til aðgerða sem teljast nauðsynlegar við að tryggja að viðmið og vísbendingar festist í sessi sem þættir í stefnumótun við skólakerfi án aðgreiningar á Íslandi. Hvatt var einnig til umræðu meðal þeirra sem vinna að menntamálum, ásamt því að endurskoðun fari fram á reglum til fjárveitingar til skólakerfisins í þeim tilgangi að stutt verði við menntun án aðgreiningar. Mikilvægt að leið verði sett fram viðmið lágmarksþjónustu til stuðnings nemendum með sérþarfir. Við í málefnahóp atvinnu- og menntamála fögnum þeim ábendingum sem lagðar voru fram í skýrslunni og það trú okkar að þessi skýrsla getur stuðlað að víðtækum kerfisbreytingum og leið breyttu vinnulagi, en það okkar allra hagur að vel verði staðið að þessum málum. Vonumst við til þess að málþingið veki ekki eingöngu athygli á málefninu, heldur gefi betri sýn af aðstæðum nemenda með sérþarfir og þeirri aðstoð sem þeim stendur til boða og umfram allt leiði til gagnlegrar umræðu. Ragnar Gunnar Þórhallsson hefur tekið að sér að vera fundarstjóri hjá okkur í dag. Gjörðu svo vel, Ragnar.